Hip-hop og Keflavík, hvernig svona, þegar þú varst að stíga þín fyrstu skref, hvernig var hip-hopið Í Keflavík? Já. Það var frekar gott. Oblivion var til hérna sko. Og hérna mun allir eftir Wicked and Wild, það mun allir Oblivion Style. Sælla minninga. Svo eru þetta 2 leikmenn hérna. Já. Voru ekki fleiri hérna? Nei. Það var svona kannski einhverjir einmitt í svona bílskúrið með eitthvað að fikta, bílskúrið kannski á Inga og svona. Jú, ábyggilega eitthvað svona fikta. Fólk sem svona alast upp úr þessu, svona kjaftaði. Já. Hvernig finnst þér einmitt, nú ertu búin að vera í þessu síðan þú varst hvað? Tvítugur? Tvítugur, já. Hvernig finnst þér að vera búin að vera svona lengi í hip-hopi? Bara æðislegt. Ég eyti auðvitað ógeðslega mikið af mínu tíma í bull og vesen. Já. Og tók mig saman kannski fyrir svona 5 árum. Allt og seint, ég bara, veistu hvað, ég ætla að taka svo alvarlega núna, svona 30. Ja. Já, en hérna, þess að er einhver að gera hérna gott rapp úr Keflavík en ég? Nei, þess vegna erst þú komin í viðtal. Já, ok. Þú ert eini Já, rapparinn hlaut að vera maður, King Kilo þetta maður. Yo, let me elaborate. I'm Norman Bates with a suitcase full of porno tapes. Is it normal for me to taste my semen after I masturbate? Hold up, wait, let me grab this duct tape. Wrap it around your stupid face. I am the one who annihilates. You are the one who will not escape. I'm a psycho with a tight flow and I don't fit in like a typo. Ladies think I'm... Kilo segir að allir hafi viljað gera rapptónlist eftir að Rottweiler hundar komu fram á sjónarsviðið aldarmótin síðustu. Í kringum árið 2005 hafi hins vegar komið lagð í senuna, en undanfarin ár hefur rappið sannarlega tekið við sér. Þessa stundina er Kilo að vinna að plötu í fullri lengd sem á innihalda 10 ný lög. Einn er von á 9 myndböndum frá kappanum fljótlega. Núna er ógeðslega gaman að vera rappmúsikar í Íslandi. Var það leiðilegt á tímabili þegar fáir voru og þú fékkst kannski ekki gig og eitthvað nema fyrir nokkra bjóra eða? Já, þá er ekki YouTube til sko. Þá gæst ekki gert vídeo á iPhone-inu, skilur. Og þú þurftir að þekkja einhvern sem útskrifast úr einhverju kvikmyndaskóla, átti einhverju græjur. En núna getur þú gert vídeo einu degi og kliftað með einhverju appi, sko. Og þarft ekkert plötusamning eða einhvern til að co-signa eða einhvern hátt. Ef þú bara nennir þessu og umkringið með rétta fólkið, þú getur gert góða hluti. Hvernig er þinn stíl? Aggressive. Já. Ég er old school rappari. Sem rappar í nútíma dæminu, nútíma takta. Nefnum ég er old school rappari, fattur þau? Fólk halda að þessi aggressive tímabili búið, því bara svona, nei, akkur má ekki vera nördarapp og svo aggressive rapp við hliðina á þér. Það er ekki alltaf lagi í Íslandi. Ég er svona punchline rappari og ég er alltaf að drepa ímyndina óvinni, ímyndina rappa. Ég horfa á rapp sem íþrótt, skilur þú? Ég er að reyna að vera betri en næstingurinn. Og ef þú kallar sjálfa þig rappari og þú ert ekki að reyna, þú veist, betur bæta þig alltaf, og ert ekki rappari. Vart ekki MC, skilur þú? Og að því þú ert búin að vera lengi í þessu, ertu þá alltaf bæta flæði hjá þér eða það búið að breytast til dæmis í gegnum ári? Já, þú finnur alltaf sjálf að þið þróast. Ég er persónulega ekki búin að þróast þannig að flóðlega sé í nokkur ár. Það er svo þróa hjá mér nú. Það hljóma geðveikt ego. Þetta er bara satt, skilur þú? Bara flóðum þetta er mjög þróað, skilur þú? Ég held að flóðar engin betur en ég á landinu. Svona no joke. Stór orð. Setti það bara það var einn strákur sem sagði við mig, þú flóar eins og herra hnetusmjör. Ég elska herra hnetusmjör. Ég bara, já takk fyrir það, en ég var að flóa svona eins og herra hnetusmjör þegar hann var í blegjum, skilur. Þú veist bara, hann er að flóa eins og ég frekar, skilur. En þú rappar bara á ensku, eða ekki? Jú. Ég hef prófað íslensku. Ég er ágætur í íslensku. En akkur ætti ég að vera ágætur í einhverju því ég er illaður í ensku. Akkur ertu góður í ensku? Ég bjó úti svo lengi. Næst í áratug og svo allir systkini mín eru kanar líka. Og ég er bara hálfgerður svona kani. Finnst þér þú loksins verða kannski að fá smá viðurkenningu núna? Þú varst kannski ekkert með þessum nöfnum sem við nefndum, Gauta, Úlfi Ég er ekki að setja mig í það level. Þeir eru bara svo kallar The Elite eitthvað. En þú ert orðinn svolítið þekktari núna? Ég er miklu þekktari núna, en það er bara sjálfur mér að kenna. Ég eyti alltaf mikið tíma bara í bull og vesen og umkringdi með fólk sem var ekki að fara neitt. Mjög góð regla og ætlar að vera góður í einhverju bransa, umkringaði með fólk sem er á leiðin eitthvað fólk sem hvetur þig áfram og ekki vera að nota þig eða ætlast til eitthvað frá þér. Og það tók mér langan tíma að fatta það. En já, ég er að fá recognition núna. Ég var alltaf með recognition underground, vissi allir rapparar hver ég var. Einhver rappari á landinu segist ekki þekkja mig, hann er að ljúga. Og gaf Magnifico og þá var bara svona, þessi gaur, auðvitað maður, Kilo.
En svo þegar allir byrjuðu að rappa einhvern veginn á íslensku, Já. var eitthvað svona litið niður á því? Þú ert ennþá á ensku, skilur. Jú, það er ennþá alltaf akkur ég er að rappa á móðurmálinu og ég er alltaf bara svo rebel, ég skal bara sýna ykkur maður, ég skal vera vinsæll á ensku, skilur, ef Kvaresi gæti gert það, þá ger ég það líka, skilur. Langaði það? Langaði að vera vinsæll út í heimi og meika það, þú veist, er það draumurinn eða? Veistu hvað, þetta var draumurinn, en núna er ég bara að njóta þess að gera músík og veist, fá að spila og bókstaflega bara fá borga við að gera eitthvað sem ég hef gert frítt í 15 ár og ég myndi ábyggilega gera það ennþá frítt í dag. Er nóg að gera þér þetta? Það er mjög mikið að gera hjá mér, ég er bara svo óskipulegur að það er sem bara, fólk er alltaf að segja, skrifa þetta niður og svo er ég svo tregur, ég bara, nei, ég man þetta allt maður, svo ég tala við þig, ég er bara, voru að minna mig á þetta, voru að hringi í mig og minna mig á þetta. Já, mikið að gera og ég elska það maður. What you know about that? What you know about that? I don't talk, I spit. What you know about that, bitch? I rap. What you know about that? What you know about that? I don't talk, I spit. What you know about that, bitch? I rap. Mér langar að tala snappið, það er einmitt það, þú líka orðið frægur svolítið bara út af því. Já, það líka hjálpaði mikið í tónlistardæminu líka, þú veist, Snapchatið. Já. Hvernig byrjaðirðu að snappa? Ég byrjaði, því var fyrir nokkrum árum. Þá var ég að vinna á Alex, nei ekki Alex, það var Gæi, Ice Redneck að vinna á Alex. Þá var ég að vinna á, ég var að vinna á Alex, hann var að vinna á Procar, myndi ég. Og við erum alltaf að fíblast á nóttinni og hann var strax komið með, bara út af víni sínu var hann með sko 500-600 manns, veist, ekkert frægur eða neitt. Og ég vildi bara svona fíblast áfram með þetta eitthvað. Og hann reddaði mínum sko fyrstu 100 vinum. Og þegar þú veist 100 vini, það er svona, sko ég ætla að halda áfram að gera þetta er gaman. Svo held ég áfram að gera þetta og ég gerði þetta bara, ég talaði ekki svona í myndavélunum svo fyrsta árið. Ég var bara að fíblast. Svo allt í einu detti inn einhverjum listum, ég sé á menn.is og eitthvað, skemmtilegustu snappararnir, þá fæ ég 300-400 vinabeini. Svo allt í einu komum í 1000, ég bara, hvað er í gangi, þetta er gaman. Og svo byrja aðrir snappar að hafa saman við mig. Og ég við þá fatt ég þegar heilt svona snappara heimur, eins og svona snap celebrities, sem er svolítið asnalegt og spáir í því, en samt cool. En hvernig ertu búinn að þróa þá efnið? Þú byrjar svo enda að tala í myndavélina, sem gerir mikið af núna, en svo ertu að búa til bara hálfgerða sketsa og karaktera og eitthvað. Já, þetta kom allt sem ég geri, sem svona flip, geri ég bara þegar mér leiðist. Fyrir utan Nei, bara smá rigning maður. Þú veist, ég byrja alltaf daginn minn að vakna á snappinu og segja what up Snap Thugs. Hvað er fólk að senda? Allt bara, alls konar krap. Ég vil bara spurningar, veipspurningar, sem ég svara alltaf sko. En síðan koma svona, veist, eitthvað svona, ég skil ekki hvað þetta er, fólk er alltaf að spurja, hvar vinnurðu? Ég er bara að vinna á hóteli. Hvaða hótel? Það er svona, ég svaraði því í fyrra og ég brendi mig á því sko. Núna er ég ekki að svara neinum hvar ég vinn eða hvar ég heima. Veistu, það mætti eins og svona hópur á úrlegum í vinnu mína. Bara í miðju vakt og setja brunakerri mitt í gang og allt á hótelinu mínu. I ain't doing that shit anymore. Er ekki pressa að þú setja framlega alltaf eitthvað nýtt og fest efni á snappinu og vera ógeðslega fyndin líka? Já, ég er svolítið stressuð manneski, ef þú þekkir mig vel því, þá er alltaf að stressa mig út af engu. En ég er aldrei að, alveg sem með tónlistin og snappið, ég er aldrei að þvinga neinu áfram. Veist, ég er aldrei að reyna að vera góður að skrifa eða að reyna að vera fyndin, heldur það bara þarf að detta bara í hausnum á mér. Stundum snappa ég ekki, 1, 2, 3 daga og þá kem ég tilbaka feskur, skilur við. En já, að reyna að vera frumlegur alla daga er erfitt. Hvernig viðbrögð ertu búinn að fá við þessu tiltekna lagi? Fólk bara elskar þetta. Fólk er að segja að þetta sé bara besta rapplag sem hefur komið úr Íslandi. Og að þetta er bara game changer. En fólk segja þetta alla hína rapparana líka, skilur. Fólk bara eru aðdáendur og fíla þetta í botn. Og núna er von á einhverju nýju frá þér. Eru fleiri hittarar á leiðinni? Hvað er með? Hittarar? Bara bangers. Ég ger bara bangers, aggressive shit sko. Aggressive shit, næsta lagi heitir Fuckboys og ég bókstæðilega bara myrða þá. Það er bókstæðilega byssuskot í þessu. Einu sem vantar bara lögguhljóð og það var bara mega hiphop-lag. Það er bara hatt. Já, næsta lag verður lögguhljóð, byssuskot
og fullt af kókaindílurum. Þetta er bóvarapp, bara bóvarapp, sko. Nei, ég er ekki bóvarapp. En samt er ég alltaf sagt í öllum, ekki svona greina, strákur með bóva, keflavískur kóngur með gangsterrapp. Ég bara, nei, ég er bara aggressive músík, sko. Okay. En ef þið vilja kalla það gangsterrapp, það er bara go ahead.